í rúmið, sko. Já. En ég ekki farin að sofa, ekki alveg strax. Ekki alveg strax. Nei. En þú ert ekki að vaka fram eftir nóttu yfir NBA og svona eins og þessi þjálfarar og... Nei, ég reyna að horfa. Fylgjast með því? Já, maður verður að gera það. Já. Herðu, þú varst að meiðast ennina ferðin enn? Já, það eru svona smá leiðindi í gangi núna. Og hvað er að þér? Það sem sagt, ég búið að vera eitthvað leiðindum í eitthvað 3 vikur. Það er ekki vita hvað er í gangi, sko. Ég fór í segulómskoðun á 50-daginn og ég fæði út úr því á morgun. Þannig að það verður gaman að sjá hvað það er. Vonandi er það bara, hefði verið kannski eitthvað slæmt tóttinu, en ég bara kennst að því á morgun. Og síðan er ég tóttinu að ökla líka svona fyrir að bæta á þetta, sko. Já. Það gerði það ég byrjaði svona að sprikla með. Þá lendi ég því óhatti að svona hotta undir mig og ég tóttinu að ökla. Ég var hérna bara á sjúkrafjörnum, hann sagði mér bara að stoppa núna. Reyna að ná að vera 100%. Enda er þið alltaf með svona skemmtilega heppin þegar úrslitakeppnin hefst að þá er ykkur meiddur hjá okkur? Já, við lendum í 2 meiðslum síðast að play-off, það væri nú gaman að allir væri heilir þetta. Já, nákvæmlega. Það er meiri spenna þá. En hvernig gengur þér annars hérna, hvernig hefur fundið svona tímabilið vera hjá okkur núna þetta tímabil? Þeir eru í 7. sæti deildarinnar en já, þeir eru búin að vera bara svona upp og niður töfluna? Já, við erum svona náttúrulega útlið og við erum svona stundum upp og niður með spilamennskunum að gera. Stundum getur við verið svakalegir og stundum við alveg harðarslækir, en ég er mjög ánægður með þetta, ég meina við mistum Gumma Jóns og Darra í fyrra mikið spáði Þór Þórðarsson fyrir leiktíðina en ég meina við fengum Tomma og Ragga Nat og Nef sem er náttúrulega alltaf góður og ég meina ég er bara ánægður með þessa stöðu, ég vildi nú vera í 5. sæti en ég meina 7. sæti er ágætt. Já, segðu. Já. En svona með hvernig tímabilið búið að vera, er eitthvað sem búið að koma mér á óvart? Nei, ekkert. Ég bjóst alveg við að þessi fjölu var að efst og ég meina þetta er svona eins og ég bjóst við þessi tabla, sko. Þetta er svona allt eins og Káinningar, þeir eru jú sterkastir, það verður bara viðkjamast, sko. Já, nákvæmlega. En Keflavík, Grindavík og Njarðvík Suðurnesjaliðin, þú bjóst við þeim þarna? Já, Suðurnesjaliðin eru alltaf sterk og það var alveg vitamál og þau myndi vera þarna. Og svo koma... Þannig að ég efstu 4-5. Og svo koma Haukarnir? Já, Haukarnir það koma mér óvart. Ég bjóst nú við að þeir myndi vera góðir en þeir eru búin að vera mjög sterkir þessa leiktíð, sko. Svona að spila mjög saman. Já. En svo eru náttúrulega stórveldin sem elda ykkur, hérna Stjarnan Snæfell. Já. Og IR. Já. Það, ég meina, þau eru búin að rosa mikið upp og niður, bara allt sísónir. En IR það komu sterkir eftir áramót, sko. Þeir voru slakir fyrir áramót, komu mjög sterkir eftir áramót, eftir að fengu hérna Nigel Moore. Já. Það var mjög sterkir þá. En hvernig er annars svona stemning í hópnum hjá ykkur? Hún er alltaf góð mórall og ég meina, það er bara gaman að æfingum og svoleiðis, sko. Herrakvöld framundan er það ekki hjá okkur líka? Jú, 15. held ég, ef ég má rétt. Já. 15. mars, þá er það, 15. mars. Það er alltaf mikið stuð, ég held að Raggi Nat alltaf er með uppistand og allir pakki. Já, þá mæti ég. Já, ég held að... Já, það er ekki spurning, við erum með gaman að með sér líka þá. Já. Þannig að... Það er rosalega þegar Raggi Nat þá, ég hlakka mikið til að heyra þetta. Já. En hvernig er annars, púlsinn á Benedikt, er hann ekki bara
alltaf rólegur og æstur? Jú, hann bara alltaf fæst í kallin. Já. Þeir voru að spila í úrlíkaflokkum og FSU, ég gaf náttúrulega ekki verið með. Nei. Núna á, sko. Já, og hvernig endaði sá leikur? Ég fór unni með 9 held ég. Já. Helgi með 9. Er þetta ekki svona alvöru rivalslægur? Jú, þetta er rivalry. Já. En talandi með FSU, aðeins í fyrst til karla, hvernig hefur þið fyndist það tímabil vera svona með hvernig stöðutablan er? Ég svona, maður náttúrulega fylgist aðeins minna með henni þegar maður er í úrstöldinu, en svo ég tók einmitt eftir að Tindastóll er komnir upp. Þeir komast upp eftir leikinu, Höfðu setti flautukona móti fyrir Akureyri og það var Tindastóll öryggis upp. En síðan veit ég svona, fylgist alveg með þessu, ég veit Kani og hann skora alltaf 40 stig í leik. Já, það er nú ekki verra að hafa leikmann sem skora 40 stig í leik. Nei, það er ágætt, sko. Ég held það. Ég held að sé með eitthvað 38 á meðaltali. En það er náttúrulega svaka leiki framöndan núna í vikunni í fyrst til karla því að hún er svo hrikalega jöfn þessi deild og 2 umferðir eftir. Já. Og bara á miðvikudaginn þá er Hamar Fjölnir. Já. Og þetta má ekki segja að þetta sé bara úrslitaleikur fyrir Hamar, þeir eru með 16 stig. Já, þetta er must-win leikur fyrir þá því að Breiðablik sem er einu sæti fyrir ofan þá er að fara að spila móti Vangi Júpiters og það á nú að vera nokkuð létt myndi halda. Það er bara must-win leikur fyrir Hamarsmenn, sko. Já. Til að komast í úrslitakeppnina, sko. Og svo eiga náttúrulega Þór Akureyri Breiðablik eftir og Hamar verður bara að vinna Fjölni. Já. Það er bara þannig. Þeir verður bara að taka fyrir því að verða að góða leik á. Já. En þá aðeins að dómsdeild kvenna, hvernig finnst þér tablan þar lít út? Tablan þar? Já, Snæfell er á toppnum og náttúrulega deildarmeistarar, svo koma Haukar með 36 stig, Keflavík í þriðja með 30, svo er Valur og Hamar þarna að berjast. Já, ég er mjög ánægður með Hamarsmennina að vera hann í fyrsta sæti, sko. Mjög flottur. Ég nú bjóst við að væri Snæfell sem myndi vera í fyrsta sætinu, en þó að Valur var spáð náttúrulega eftir sæti, þá voru þeir náttúrulega búin að vera fyrir miklu vombrið þannig síðan. Já. Þegar þeim var spáð eftir sæti og svo leiðis. En síðan heldur þetta fyrir bara eins og tablan er, sko. Lele Hardy er náttúrulega rosaleg, sko, og Haukar náttúrulega í öðru sæti. Já. Ég held að hún væri bara ágætt í katabóltanum Lele, sko. Já. Nákvæmlega. En svona, réttilega, hvernig gengur ykkur, eða svona undirbúningur, eða bara þá undirbúningur þegar í play-offs bara? Já, ég meina markmiðið fyrir þetta sísón var náttúrulega að komast í play-offs því að við erum með allt öðru sér lið og við erum nú heldur betur komið þangað, þannig að það er núna bara við náttúrulega byrjum á því að við þurfum að vinna næstu þrjáleiki, það er náttúrulega must-win leikur á móti Haukum næst. Já. Þannig að við byrjum svona að hugsa hann og síðan förum við svona í play-offs þegar þessi 3 leikir eru búinir þá förum við að hugsa svona betur út í það, hvaða lið við lendum á móti og svoleiðis. Stór leikur á föstudaginn í Þorlákshöfn? Eða hvað? Nei. Það er útileikur? Þannig að Drekinn þarf að fara í ferðalag? Já, ef þið koma, þá þurfa það að fara í ferðalag. En hvernig eru þið ekkert búin að rauna þess yfir á og láta vita af ykkur? Jú, við alveg látum á Baldur sérstaklega, en þeir eru eitthvað í einhverjum dvala grændir ekki núna, það verður bara að segja. En koma þeir ekki bara inn í herrakvöldið og þeir hleypiðum bara ekkert inn á herrakvöldið nema þeir mæti í úrslitakeppnina? Ég hef nú fulla trú að þeir mæti í úrslitakeppnina, sko. Já, þeir mæti að hanga, sko. Verða með dókslæti. Já. Ég hef mikla trú á því. En hver er mesti rugludallurinn í liðinu ykkar? Það er náttúrulega bara einn maður, það er ekki nætt, hann er langt mestur rugludallurinn. Já. Hann er mikill framæður, það var það. Já, vitið þið í rauninni ekkert hverju þið vona á frá honum alltaf? Nei, það er alltaf eitthvað nýtt. Það er alltaf eitthvað nýtt sem kemur frá þeim manni. Og er enginn að tróða yfir hann á æfingum? Það er gaman að segja frá því að var Tommi mjög nálægt í hérna daginn. Það var ekki, bjóst nú ekki við þessu og Tommi hoppaði, hann bara klúraði.
sko, því að það hefur verið rosalegt. En annars hann bara svona meira tróðið menn, sko. Já, hann meiri því. Já, en það ekkert nett að hann að tróðið yfir okkur. Það bara svona venjulegt á þau. Já. En hvað þitt lið í NBA-deildinni? Það náttúrulega Indiana Pacers. Það Indiana Pacers? Já, það búið að vera í nokkur ár. Ég náttúrulega mikið, mér gaman að Miami líka, sko. Já. En svona, ég svona svolítið Indiana maður. Já, nákvæmlega. Ég og Sverrir Bergmann erum saman það. Það Indiana með. Og hvernig leggst þetta tímabil í því hérna hjá Indiana? Það so far so good allavega. Þeir eru búin að vera mjög góðir þetta sísón. Þeir eru náttúrulega bara efstir í NBA núna. Já. Þannig að þeir eru að gera mjög gott. En ég svona smá ágjur á playoffinu. Ég held að Miami 2-1 eru heill, það verður allavega erfið rimma Miami Indiana, sko. Ég held að þeir mætast í lokin, sko, til að komast í finals. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þeir verða í playoffinu. Þeir eru svolítið ungir, sko. Ungir. Síðan náttúrulega LeBron James í Miami, það alltaf, hann náttúrulega alltaf góður. Já. Hvernig horfður eitthvað á All-Star-leikin sem var hérna í byrjun mánaðar fyrra? Já, ég Nettur þú ekki? Fjóðandi game og svona MVP leiksins. Þetta er náttúrulega bara sóknarbolti sem við spilaði í þessum stjörnuleikjum. Við skorið 160 stig bara og þetta er náttúrulega bara svona sjó, sko. Svona skemmtur. Herðu, svo einn bróðiðinn, Hjörtur Ragnarsson, hann spilaði, já þið allir þrý bræðurnir, þið spiluðu allir saman daginn á vellinum. Já, ég man nú ekki í hvað leik, en hann kom hérna, hann er að læra á sjúkraþjálfun í Danmörku og hann kom hérna, hann var í praktík svona að vinna hérna á sjúkraþjálfunarstofun. Þá ákvað hann að fara fullt bara í korfuna og meðan hann væri hérna og var fljótur að komast inn í liðið og fekk hann að spila einn leik og við höfum allir þrý bræðurinn. Og getur hann eitthvað ennþá? Hann er alltaf með snertuna allavega. Já. En hann svona mann þetta ennþá. Já, nákvæmlega. Herðu, en Þorsteinn, það verður allavega skemmtilegt herrakvöld hjá okkur framöndan. Já. Og það er náttúrulega menni að koma og, já þið lofið því að refsa Haugum með það ekki? Jú, við lofum því. Ég þakkaði kærlega. Það er hörkuleikur mjög mikilvægur. Já, þakkaði kærlega fyrir spjalli, ég ætla að skella hérna laginu The Man. Og The Man. Það á eitthvað við þig, er það ekki? Jú, ég The Man, þannig að þú skellir því á. Já, ég skellir því á en eftir smástund þegar ég er búinn að kveðja. Ég gerði það. Og svo líka sjálfsögðu rappi hérna, já, Blue Swagger hérna með Indiana Pacers lagið. Já, við spilum það líka. Bestu þakkir. Já. Já, sportaðurinn verður ekki lengri að sinni. Ég ætla að minna náttúrulega leiki sem eru framundan. Það er náttúrulega Ólisteild karla í handbolta. Núna á fimmtudaginn höllinni Akureyri IR klukkan 7. Í Vestmanni klukkan 7:30 er IBF Fram. Séniköllinni er Haukar FH klukkan 8 og í Vodafone höllinni Valur HK kortir yfir 8. Svo eru leikir í Ólisteild kvenna líka. Og það er hérna komið upp næstu leikir á föstudaginn, Hersvöllinni Grótta FH klukkan 6, Vodafone höllinni klukkan 7:30 Valur HK. Laugardaginn er í Vestmanni IBF Haukar klukkan 2:30. Í N1 höllinni á sama tíma Afturölding Fram og Selfoss er Selfoss Stjarnan. Og svo er leikur klukkan 3:30 í Káa heimilinu Káa Þór Fylkir. Og í fyrstu deild karla þá eru næstu leikir núna á föstudaginn heilumferð fyrir utan eitt leik sem er á laugardaginn. Í N1 höllinni er Afturölding Stjarnan klukkan 7. Fylkirshöllinni er að Fylkir KR klukkan 7:30 og sama tíma er Fjölnir Þróttur í Grái. Hersvöllinni er Grótta IH klukkan 8 og Selfossi er það Selfoss Hamrarnir klukkan 8 og svo laugardaginn í Víkinni er Víkingur Hamrarnir klukkan 1:30. Og í körfunni þá eru
heilumferð framundan og fyrstu leikir í Dóminusdeild karla hefjast á fimmtudaginn. IR Njarðvík klukkan korter yfir 7, Grindavík Keflavík á sama tíma, KR Skallagrímur, Valur Stjarnan, svo föstudaginn Snæfell KFÍ klukkan korter yfir 7 og Haukar Þór Þorlákshöfn. Og í Dóminusdeild kvenna þá eru leikir á miðvikudaginn, Keflavík KR klukkan korter yfir 7, Grindavík Njarðvík, Valur Hamar og Haukar Snæfell. Þetta eru hörku leikir hérna. Og svo í fyrstil karla þá eru leikir á fimmtudaginn, Hamar Fjölnir korter yfir 7, föstudaginn klukkan 6:30 Höttur Augnablik og IA FSU klukkan korter yfir 7 og klukkan 8 er að Þór Akureyri Tindastóll og Vangi Júpiters Breiðablik hefst klukkan 8:30 á föstudaginn. Og í fyrstil kvenna þá eru næstu leikir núna á sunnudaginn, Breiðablik Þór Akureyri klukkan 12:30. Svo minn ég að sjálfsögða bardaga Gunnar Nelson, útsettingin hefst klukkan 8 á laugardaginn. Og svo eru ykkur leikir í Lengjubikarnum. Þið getið kíkt á ksi.is til þess að kynna hvaða leikir eru framöndan þar. Á allan að svo ég viti á fimmtudaginn þá er það Víkingur Reykjavík Valur í Lengjubikar karla, riðli 3 klukkan 7, KF Stjarnan klukkan 9, föstudaginn er IR Grótta og Höttur Einherji. Svo laugardaginn þá er náttúrulega fullt af leikjum, IA Keflavík Breiðablik Fram, Grindavík BI Bólingavík, KR Afturhelding og Fjölnir KA, Haukar Selfoss, Víkingur Ólafsvík IBVF og Njarðvík KFR og Fjarðabyggð Einherji. Þessi leikir á laugardaginn og sunnudaginn er Þór Þróttur Reykjavík, Reynisandgerði Hamar, Tindastóll Ægir, Völsungur Dalvík Reynir, Huginn Sindri og Fjarðabyggð Höttur. Ég heiti Gestur frá Helgi, þakka fyrir mig í kvöld. Við heyrumst hress og kátt eftir viku. Öll viðtöl úr þætti kvöldsins verða komin inn á Suðurland FM strax í fyrramálið. Þakka fyrir hlustunduna og njótið vikuna sem er framöndan með bros og vör. Hér ætlum við enda þetta á lagi Indiana Pacers og svo náttúrulega The Man með Aloe Black fyrir Þorsteinn Már Ragnarsson sem var síðasti viðmælandi minn.